við rekum þetta útgerðarfyrirtæki saman, hjónin, og höfum gert síðan 1970-71. Já, þetta er ansi þægileg eining núna í dag, miðað við það sem það ofta verið áður. Við erum bara með eitt skip, við erum búin að hagræða og hagræða og hagræða, það er alltaf verið að leggja áherslu á að hagræða. Grunnurinn að farsælu rekstri, ég veit ekki hvort að ég er eitthvað fær að segja það, en allavega þá held ég að það sé já, það er náttúrulega gífurleg vinna sem liggur á baki, sérstaklega að því að við höfum kosið það við hjónin að við vinnum bara tvö við fyrirtækið. Við höfum alltaf verið mjög samhent með þennan rekstur, þannig að það er ekki keypt hérna neitt nema ég viti þá hvað það kostar og hvort við eigum í buddunni fyrir hlutnum. Og ég hef náttúrulega alltaf verið þannig að mér hefur verið mjög illa við að vera að kaupa eitthvað sem við sjáum fram á að við þurfum að fá lánað fyrir. Allt í lagi að taka lán einhvern skamman tíma, það er náttúrulega nauðsynlegt í öllum rekstri, en ekki þannig að maður sé að kollsigla sig með því. Og ef ég á einhver ráð fyrir eitthvað fólk sem ég ætti nú kannski ekkert að vera ráðleggja fólki, það er nú ekkert gæfulegt sumt sem að við höfum svona staði í, en allavega að ekki koma sér í það mikla skuldir að maður get ekki sofið á nóttinni, aldrei. Alltaf að skipuleggja það þannig að maður sjái fram á að maður hafi smávegis afgangs. Það hefur oft verið sagt við okkur. Okkur haldi ekki skipunum betur við og okkur eru þau svona ljót alltaf skipin hjá okkur, og það var sérstaklega Ímir gamli sem að fekk það orð á sér. Hann var náttúrulega svona stór og sterklegur, en einhvern veginn tólti nú ekki vel á honum málingin, fannst mér, en allavega þá sagði ég bara við fólk ef það var að spyrja svona bjánalega spurninga, þá segi ég það við fiskum ekkert á málinguna. Þannig að það bara er málið. Ef að vantar peninga, að eyða þeim þá ekki í kannski að það sem aðeins má bíða með að gera, heldur borga upp skuldirnar sínar. Nei, ég ætlaði ekki að fara í sjávarútveg. Ég bara hugsaði ekkert það, ég kemur allt öðru umhverfi. Það er nú fyrir svo mörgum árum þá æxlaðist það þannig að ég lenti inn í stjórn LÍÚ, og það kannski má byrja á byrjunni. Ég var formaður útvegsmannafélagsins og ég var bara venjuleg félagsmaður í útvegsmannafélagi Hafnarfjarðar og var náttúrulega með mína tillögur og annað þar eins og vera ber, og þegar hann stingur upp á mér sem formanni, Ágúst Fröring, þegar hann er að hætta. Og ég held að hafa enginn í heiminu verið jafn hissa eins og ég sjálf hvað fullt af köllum þannig í félaginu, akkur voru ekki einhver annar valinn. Og ég fekk aldrei neina skýringu á því hvers vegna, sko. Og síðan kem ég þarna inn á fyrsta aðalfundinn, og ég man bara ekkert hvernig stendur á því, og ég bara hef engar skýringar á því akkur ég lenti þarna. Ég bara lenti þarna. En allavega þegar ég byrjaði fyrst að fara á fundi í útvegsmannafélagi Hafnarfjarðar, ég fór nú ekkert á félagsfundi þar nærri strax, sko, vegna sem ég nefndi því ekki eða eitthvað, mér fannst þetta svo mikið kallasamkvæmt að ég nefndi ekki þetta og fór ekki neitt. Svo var ég alltaf að töðu það, akkur gerir ekki svona, akkur gerir ekki hinsegin, og akkur ekki með þessa tillögur, og akkur ekki þetta. Og ég held að maðurinn minn hafi verið búin svo leiður á mér, hann sagði, farðu bara sjálfur, þú þarft alltaf að vera að tuða þetta. Og ég fór. Það hefur ekki truflað með nokkuð skapaðan hlut að vera eina strákonu. Sennilega vegna þess að ég hef þá skoðun að það sé ekki kynbundið hvort að menn hvernig menn vinna. Annarkvort maður að stjórna sínu fyrirtæki, hvort sem maður konu eða karl, það skiptir ekki máli.